Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Leikfélag Húsavíkur frumsýnir næstu helgi eða þann 3. mars leikritið Sjóræningja prinsessuna. Við ætlum að líta hérna inn í samkomuhúsið á Húsavík en hér er einmitt í gangi æfing fyrir sýninguna. Við verðum að hafa leikið. Hvað höfum við hér? Vorum við kannski að leita að þessu? Láttu okkur hafa kortið okkar opinra Eða því hvað? Afvopnið heilt sjóræningjaskip með berhend. Þú láta okkur kannski bara ganga plankan. Nei, þó þú sett flinkur, þá skaltu hafa eitt á hreinu. Að kortið ykkar er ekki lengur kortið ykkar. Þetta er svona fjölskyldu söngleikur eftir Ármann Guðmundsson, einn af ljótu hálfvitunum, sem er líka húsvíkingur. Og er svona ekta sjóræningjasaga þar sem að aðalpersonan er reyndar stelpa, unglingsstelpa og það eru marga kvenhetjur í þessu sjóræningjaleikriti en þetta er svona þessi típiska sjóræningjasaga þar sem verið er að elda leita að fjársjóði og sjóræningjarnir eru náttúrulega að stela fjársjóðu hver af öðrum og stelpan og strákurinn, unglingarnir og barnið úr fjölskyldu, einni fjölskyldu, þau eru að elda sjóræningjan og reyna að ná fjársjóðunum og svo endar þetta allt mjög óvænt. Leikfélagi hérna á Húsavík, það á sér nú langa sögu og mjög sterkt hérna í bænum. Já, það er mjög öflugt leikfélagi hérna. Ég held að það erum yfir 100 sem erum í þessu leikfélagi og það eru svona milli 40-50 manns að koma einhvern hátt að þessari sýningu og það er mjög öflugt starf hérna í bæjarfélaginu. Krakkarnir byrja að snemma að koma fram, taka þátt í leikritum í grunnskólanum og framhaldsskólanum og þannig að við búum vel. Hvernig er ferlið að setja upp svona sýningu? Hvernig verður þetta til? Það er ansi langt sko. Það byrja náttúrulega að ráða leikstjóra og við vorum með Maju í fyrra líka og það gekk bara svo ofboðslega vel hjá okkur og við vorum svo ánægð með samstarfið að við ákveðum bara að halda því áfram. Svo er farið að hugsa hvað við ætlum að gera og við vorum með farsa í fyrra þannig okkur langaði að gera eitthvað svona öðruvísi og þá var byrjað að kasta á milli hugmyndum og svo dettum við niður á þetta, ákveðum að gera eitthvað svona fjölskylduvænt og svo þarf að boða í pröfur og það voru opna pröfur hérna fyrir krakkana og það mættu hér, 25 börn, eitthvað svoleiðis. Já. Til að prófa og leikararnir voru valdir úr þeim hóp. Svo byrjuðum við á samlestri og valið hlutverk og þá koma inn fólk fyrir búninga, það þarf að smíða sviðsmynd og málana, það þarf að sminka. Hér starfa kaffikonur sem gefa kaffi og svona. Það er miðasala, það eru kvíslarar, það eru ljós og hljóð, þannig að þetta er alveg bara nóga verkefni. Það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi í leikfélaginu, þá þurfum ekki allir að fara á svið. Ég er að mála leikmyndina. Og náttúrulega með aðstoð af fleira fólk sem að hjálpa mér í því. Þú ert nú akkurat núna, að breyta kústsköftum í spjót? Já, þannig að kúst og fæjá, hvað er það? Við búum bara til spjót, sko, við erum veiðimenn. Og þú hefur tekið þátt í á þó nokkuð mörgum sýningum hérna? Já, ég var að leika í Emil og svo hef ég verið að leika í Blokkinni og Dýrinu í Hálsaskógi síðast og það var bara, það er alveg rosa fínt en að mála þá fær maður svona meiri svona feeling. Ég breyti ljósum og spila soundeffekta. Hefurðu áður verið svona ljósamaður eða hljóðmaður? Já, í sýningunni í fyrra. Og hvað er skemmtilegast við þetta hlutverk? Bara allt. Ég leik Matta sem er bróðir sjóræningjaprinsessunar. Ég leik Soffi, hún er sjóræningjaprinsessan. Og ég er Jakob og ég er ungur sjóræningi. Gaman að prófa eitthvað nýtt og vera eitthvað svona ekki eitthvað hefðbundið. Hvernig sýning er sjóræningjaprinsessan?
Þetta held ég bara barna eða svona fjölskyldusýning og þetta þó að þetta virðist kannski fyrir sumum vera ekki alveg skemmtilegt, en þetta mjög skemmtilegt. Þetta gefur manni bara allan skalan, bæði ró og stress upp fyrir eyru og bara, þetta bara regnboginn, þetta æðislegt. Hvað lærirðu á svoleiðis starfi? Að koma fram og samskipti og skipulag, mjög mikið skipulag. Hvernig þá? Ég að mæta réttum tíma, læra línuna mínar og hugsa bara allt. Æfingatímabilið hefur verið svona 6-7 vikur, eitthvað svoleiðis, og þá erum við bara á fullu og þetta gengur fyrir sig svona svipað eins og í atvinnuleikhúsi í rauninni. Við bara, æfum á hverjum degi og þetta alveg ótrúlega hvað fólk nennir að gera, hvað til í að gera eftir vinnuna sína á daginn eða skólan og kemur að hérna á kvöldin og við æfum í 3-4 tíma, alla laugardaga. Og síðan eins og Ada segir, þá fullt af fólki hérna sem er ekki á sviðinu, sem bara kemur að því að sauma búninga og þetta verk virkilega búningafrekt. Þetta svona mikill ævintýra heimur. Og gaman að segja frá því líka að við erum með fólk sem að leika á öllum aldri, alveg frá 9 ára gömlu. Við erum með hóp af dvergamannætum, eins og við köllum þær, en það allt 9 ára krakkar sem leika þær. Þannig að það gerist ýmislegt í þessum frumskógi sem við förum í gegnum. Þetta bara býsta grípandi! Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi.